Já, dagurinn í dag nú merkilegur fyrir margra hluta sakir eins og allir dagar undir sólinni. En eitt af því sem gerir þennan dag merkilegan fyrir okkur Íslendinga að mínu mati að minnsta kosti að Megas, hann áttræður í dag, þessi fjölbreytti stórkostlegi listamaður, fagnar þeim áfanga í dag. Það farið frekar lítið fyrir honum undanfarin ár af ákveðnum ástæðum. Hingað komin vinkona Megasar, Þórunn Valdimarsdóttir, vertu velkomin. Sæll og takk. Ég rak augun í skrif hjá þér á Facebook þar sem að þú varst svolítið að lýsa áhyggjum þínum af því að þessum miklu tímamótum í lífi Megasar, þeim ekki sinnt sem skildi af hálfu fjölmiðla? Nei, það sko, það ótrúlega sterkur þessi 45 árgangur rétt eftir stríð börn. Við eigum svo ótrúlega marga flotta listamenn fætt þessi ári og það búið að vera í Eldborg að fagna Gunnar Þórðar, Magnús Eiríksinni og Rúnari og hljómum og ég hringdi Jakob Frímann, ég skrifaði ævisögu hans með Sumtarhreinu og reist mikið við hann titilinn ég fyrir ekki dós þó ég þykst ekki vera launfrek til að minna hann á Megas sko, en þú veist þegar að núna allt samfélagið reyna að verða betra og siðilegra og ef að það aldrei skoða sko dómstóll götunar þannig að hann við bara spjöllum við Jakob erum auðvitað mjög góð kunningjar búin að þekkjast í múin 13-14 ára í nefndaráði Hlíðaskóla þá þurftum við að rykka upp einhver í Lító sem setna við Tónabær og hann setti sem að fyrst til hljómsveitina og ég skrifaði leikrit skilur við, þannig að við erum bara að þekkja svona lengi og svo náttúrulega allir þessi stuðmenn voru hlutamanni og í MH en það var bara það sorglega við þetta þessar hryllilega árás og enginn varðan og það voru sumir eins og Bubbi sem afneita hann strax sko en þeir sem nefnt að lesa viðtalið þá sagði Megas eftir því sem að þessi fallega stúlka sem að kolli litla ljótið, hún varð fallegust þegar hún var búin að þvo sér, skilurðu, ef þið þekkjum mítuna, þess að yndislega sögum litla ljót. Þá segir hún að þau voru að drekka og dópa og Megasuk var svolítið mikið statt þar og Megas var þá að drekka. En hélt samt ekki, því að hann hefur verið með áskrift og amfetamíni hjá landlækni en enda sagði Megas þegar þau lágu hann að dauðþreytt á gólfinu þá sagði hann ekki gera þetta Gunni, hún vill það ekki skilurðu, það var allir glæpurinn en svona bara ég tók þetta út sem ég sett á Facebook í gær því að komi strax einhverja skinhelgar konur og ætlu að fara að skrifa einhvað ógeð og þá skemmtilegt í heim bara blokkera fólk maður blokkera fávita með gleði og ílskufullt fólk með vanmáttakend sem að nýtur þess að segja legasögur og gróusögur í gamla daga ef við varum í einhverju alvöru sambandi við okkar fornmenningu þá var ljótast í heimi fjölmæli og nýð og sjálfur Gunnar Thoroddsen forsætisráðherra sem við gamla fólki vorum alnefið, hann skrifaði doktorsritgerð sem hét Fjölmæli þar sem hann fór í gegnum lagalega sögu þessa fyrirbæris en núna allt úr böndunum og það má rakka niður hvað mann sem án dóms og laga og dómstóll götunar og hvort betra að vera tekin í fallöksinni eða mannorðið sér tekið af manni ég held ég vildi freka deyja en að einhverju var í logið upp á mig og síðan var mannorðið af mig tekið. Það líka sko okkar samfélag svolítið útsett fyrir alvarleika þessara mála þar sem við erum frekar fá, við höfum verið frekar einsleit, við erum einangruð,
Þannig að má svo sem segja það að sumpart þá geti alvara svona málsorðið meiri hér en í stærri Öll ríkjum. mál verða stærri hér, það ekki? Er það ekki? Ég held það. En heldur þetta sé kynjað í alvöru? Að sko þetta séu konur sem að hafi... Ég veit allt um það. Þú veist allt um það? Já. Ég veit náttúrulega ég hef aldrei verið í karlaklúbbi og veit ekki alveg hvernig þeir spjalla sín á milli. Nei. Jú, ég manst eftir klaustuköllunum, þeir voru bara að tala alveg eins og við kettlingatölum stráka, en það var ótekið upp og svo máttu þeir ekki vera menna því voru þingmenn. Það búið að vera mjög strangur siðferðisdómstól. En vissulega hefur verið farið ábáslega illa með íslenskra konur eins og aðra konur og þess vegna það gleðilegast á minni ævi að sjá annars vegar þú veist hvað við höfum komið mikið mildi og skilningur á mörgum sviðum samfélagsins. Til dæmis má maður hafa sína kynhvöt og vera á sínu kynrófi og leiðilegt að allir sé fastur í einhverju hólfi. Trump endar á öðru máli núna og honum að vaksa á smeg. Það voru miklu farið túristar á götunum þegar ég labbaði hingað. Ameríkar kanar bara afsakið, þeir láta alltaf eins og þeir eigi alla Ameríku vandar ekki að menn. Þeir eru bara hrættir að fara landi, komast ekki inn, þetta náttúrulega, ég nenni bara ekki haugsmönda því að ég gömul kettling og það sem ég get ekki lagað að gert neitt í, þau reyna að ýta þið frá mér, þetta ekki einhver þessa A-regla að reyna að sleppa því sem maður ræður ekki við en það bara þurfti virkilega að taka á þessu máli af því að kalla gengur bara í konur og við vorum algjörlega valdalausar og ég var nú hálf einhverja kvikmynd það sama, hún var frá Persíu eða Íran ég man ekki hvað hann heitir man aldrei hvað hann heitir en ástand það veit allir heimurinn hann skrækjandi að þjáningu að hryllilega illa fara með konur við erum ég meina það sem sagt bara farið á túpuna og ná ef við kunni ensku og náðu ykkur í prógram sem fjallar sögu kvenna og stöðu kvenna ég þarf ekki að segja ykkur þetta við vitum þetta all samt eru kalla góðir skilurðu en það bara menningin leyfir sumt og þess vegna opaslega gott að þetta nýja mikla siðferði sé komið, halleluja en reynum samt að ekki taka fólk á lífi nema vita hvað við erum að gera Ef marka má minn vinahóp sem nú reyndar mjög bjagaðar á Facebook af því að það kannski 2000 mann sem að hafa beðið með að vingast við fólk án sem ég þekkið á nokkuð bara því að maður búin að vera svolítið opinber fígúra í lífinu en ef marka má minn vinahóp þá eru ansi margir á því alveg bursið frá því hvað gerðist í lífi Megasar þá ansi margir og fleiri myndi ég telja núna sem að rísa upp honum til varnar og vilja einmitt að fyrirlíta þá slaufun sem að hann hefur orðið fyrir. Ég segi bara fleiri heldur en fyrir hálfu ári og miklu fleiri en fyrir 1 ári, þannig að eitthvað að breytast, það ekki? Já, það bara ammali og þá bara verðum við einlæg og við komum með ammalskjöf og við þakkum þeim. Sko, ég var í Mexíkó 77-78 í námi og ég hafði ekkert með mér nema spólu með bleiku náttkjólum skilur þannig heilt ár engin íslenska það var gaman, ég losnaði allar mínu drauga og var í listaskóla Megas var allt þitt Ísland þá bara ég hafði að vísu farið heim með einhverjum strák í MH sem spilaði fyrstu plötuna ég náði henni ekki svona að því maður er músikant en þegar var það ekki Egill og einhver hópur það var ekki beint stuðmenn sem spiluðu með honum á hvað hétt eftir Súlnarsveit Bleiku náttkjólum einmitt, og Jóhann Páll gaf út og halleluja og það var svo skemmtilegt að ég datt inn hjá Jóhann Páll og Gunnu konu hans Sólvallagötu gerði einstöku sinnum ári gamla dagur maður gat dottið inn og það var rétt áður en ég fór
til Mexíkó og þá voru þau að spila demo af á bleiku náttkjólum en síðan þegar ég kem heim frá Mexíkó þá var þetta bara allt komið algjörlega sér frábær plata orðin ég og þá var haldið partí þar sem var lengi á næstu gröð sem var náttúruleikafélagið þá var haldið svona hippapartí þar sem að Megas þar sem Kalli Júl gaf saman hver gaf saman það var Palli Bjering og Kalli Júl og Megas gaf gifti þá báða Cindy Lou McGregor vinkon okkar, svona var heiparnir að þykjast vera lípa, við vorum það ekkert en þarna var rosa flott partí og þá bara situr Megas fram í eldhúsi og þá bara var ég orðin svo heilluð á honum hann var þá á svona búin að vera, þetta var eftir drög á sjálfsmorði og hann var búin að vera í mikill drykki og var vond lykt á honum og allt það, en ég tók hann samt með mér heim í Mávali 10 þar sem að við legðum íbúð saman ég og Lilja systir og Lilja systir flutti burt með Gunnu Theodóru að búa með Gunnu Theodóru dóttur Bríetar og þá var ég alltaf einu íbúðin og þá bara lefði ég Megas að vera hjá mér en hann fór fyrst í afvötnun og þá eftir þetta við vorum heilt sumar að kjafta að drekka te og eftir þetta sumar þá tókst hann að vera edrú, frelsast svona ansi lengi fyrir utan þetta Megasukk eða eitthvað Er hann einstakur í okkar sögum? Já, hann algjört fucking séni bæði sem tónskáld og sem textahöfundur eins og allir með vita og ég á til dæmis eitt vin sem er náfrændi Davís Stefánssonar og hann bara vælir og vælir hann langar svo að finna Megas til að geta sagt honum hvað hann gaf honum mikið þar sem hann gerði raun og veru af hans að fættur 1850 hann brúaði bil hann endur nýjaði gamla kveðandan og skáldaarfin en færði nýjan búning og hann myndbrjótur og það veitti ekki af að brjóta niður myndir eftir eftir seinna stríð því að við varum svo stútfull af ógeðslegri þjóðrembu til dæmis og með kolrangar hugmyndir og lífi og tilverin og Íslandssöguna og allt og Ragnheiður Biskupsdóttir Bróka var með sótt og það svo ljótt, já, það mátti til dæmis aldrei tala um kynlíf og og hann bannaður í Ríkisútvarpinu eða ekki? Jú, og bannaður fyrir allt mögulegt en þannig eru myndbrjótar og þeir endur nýja og gefa nýja hugsun og hver einasta manneskja sem ég þekki með huga og hjarta stútfullt af fallegum Megasar og við höfum bara skammast til að fylla eldborg mér finnst það einmitt. Er það ekki bara? Jú, og nokkur sinnum og draga fram okkar skásti listamenn og talandi áþekkt fyrirgefðu, ég svo mikill bladrari ég keypti mér handglasastendur og bla 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 við þurfum bara að fá alla okkar skásti tónlistamenn þeir eru svo margir og vitið af hverju af því að það er enginn her á Íslandi og börnin dóu úr hungri og sóttum og tralla og það eru til eldgamla ferðabækur með myndum sem sýna íslenska krakka klifrandi upp allt og allir ferðamenn segja, við með góðu hvað börnin eru óþekk en það er nefnilega maður að segja við börn þeir ferðmast á öll börn farið út og verið mátulega óþekk eins og ég segja alltaf við ömmubörnin það má allt hjá ömmu nema sumt og af því að það óþekktin er kreatív að þóra og þá er gott að heita Þór Magnús Þór eða Þórunn þú veist og þú Þorláksson þannig að þú ert líka þannig allir með Þórun nafninu sínu eru svolítið sterkir því þetta er reikistjarna Júpíter það er nú gott að vita þetta samkvæmt viku almanakkinu Þórsdagur það er sko Júpítersdagur í Suður-Evrópu allt komið frá Babylon
Það er nefnilega það. Og þar, meðan allt var byggt upp á Mesópótamíu, Súmer, dagatal, tímatal, akurirkja, listir, allt. Þá var jafnrétti kynjana. Já. Já. Þannig að það er ekki einhver síðustu og ára uppfinning. Nei, og búrkan hefur ekkert með Íslam að gera. Hún er miklu eldri. Ég held að vera Assyrjumann. En þetta er bara náttúrulega, konur eru svo æðislegar og svo miklar kynverur og þið eru svo veika kynið að svona segja maður stundum á margan hátt. Þið björi mjög það er frekar erfitt kynhlutverk sem kallar hafa. Þú veist, fyrir utan það. Og svo hafa konur greint sína af því að það hafa verið lokaðar inni, alveg eins og allt fólk sem gyðingar, þeir eru ekkert fæddir gáfaðri en annað fólk, en þeir voru í varnarhátur, skilur við. Þið yttuðu greind ykkar? Já, skerpa. Já. Og þess vegna, svo bara eignarhaldið, ég held að því að við erum spenntir sem erum svo lengi á brjósti, þá viljum við öll eiga eina mannsku. Ég þurfti að vera göfulind, ég átti 2 yngri systkini 30 ára og 4 yngri 8 ára og það er bara best að elska þetta, skilur við. Það lítur að vera bölvun. Ég er sjálfur örverpi og naut allsins besta. Já, ég er langkrifnust af yngstu börnum því þau fengu aldrei afbrýðisins áfallið. Það er einhver stalmömmu og pappa. En þá fór maður til pappa, sko. Og var pappa að stelpa. En maður spyr sig sko út í hvenar eitthvað er við hæfi, hvenar eitthvað er tepruskapur, hvenar eitthvað er bara hárrétt og gildandi slaufun eða hvað maður ætti að kalla það og hvenar eitthvað er alveg út úr kú. Við vitum það að Spessi gerði myndum Megas, henni var dásamlega mynd, henni var hafnað á Riff. Það var bara starfsmaður hátíðarinnar sem að blokkaði bara myndina vegna þess að hann hafði einhverja skoðanir á einhverjum atvikum, hafnað á Stockfish, þeirri mynd Megas, ekki tilnefnd til Eddunar og hefur ekki enn verið sýnd á RÚV. Og þetta svona kemur upp í hugan á þessum degi með fullri virðingu fyrir því að það kunni að það hafi verið þolendur og Megas sé breyskur maður, hann hefur aldrei dregið til á það. Hvernig er hann breyskur? Er hann of góður? Ég veit hann er ruglaður í fjármálum og hann er alltaf mikil safnari, hann hefur farið illa með sjálfan sig, en er það bannað? Þú veist, ég skil þetta ekki. Þetta er bara grimt, þetta er skortur á víðsýni, umburðlyndi. Ég hélt kannski að einhver hluti þjóðarinnar var að þykjast vera kristinn. Skilurðu, er það ekki fyrirgefning? Syndana, þú veist. Þetta er bara, ekki bara að segja, hættum þessu. Skammast þig í RÚV, alla landsmanna. Og ég trúi þessu bara alla. Ég bara æbarst það. Að þínum að þetta hefði verið við hæfi að það hefði bara verið stórkostleg hátíðarhöld frá móti kvölds. En bara ég skil alveg Jakob Frímann að hann bara hann skynjar alveg stemninguna en þetta bara uppkomast svikum síður og að góða sigrar að lokum og við erum að halda upp á það í dag. Frábær lokaorð, kæra þakki fyrir heimsóknina, Þórunn. Ekki máli, ég get alveg röðlega í marga tíma. Gaman að fá þig í heimsókn. Takk fyrir að koma til okkar. Frábært. Ekki fara langt, kæru áhorfendur og hlustendur. Við höldum áfram með rauðaborðið eftir andartak. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.